Komið sæl kæru áhorfendur og verið velkomin í 5. þátt Skepnasprett hér á N4. Dagskrán í kvöld að vanda fjölbreytt. Við kíkjum í heimsókn til ungrar hestakonu á Akureyri, skellum okkur vestur á Hóla í Hjaltadal og kíkjum á tilvonandi landsmótssvæði og svo endum við þáttinn á stórsýningunni Æskona hesturinn 2016 sem fór fram á Akureyri síðustu helgi. En við byrjum í Lýtingsstaðahreppi í Skagafirði, nánar tiltekið í Tungahálsi 2 hjá Línu Maríu Hjálmarsdóttur. Á Tungahálsi 2 hefur verið stunduð hestamennsku og hrossarækt í áraraðir, en jafnframt þar ekki kúabú sem móðir Línjar, Þórey Helgadóttir, rekur á miklu myndarskap. Hestabakterían tók sér bólfestu í Línu í barnæsku og fljótlega var ljóst hvert stefndi. Eftir nám í Hólaskóla sneri Línu aftur á heimaslóðir og byggði sér upp tamningaaðstöðu. Tungaháls 2 ekki það sem ætti kalla í alfara leið, en bærinn stendur innanlega í Lýtingsstaðahreppnum það bil 55 km frá Sauðárkróki eða 110 km báðar leiðir. Lína lætur það þó ekki stoppa sig. Hún duglega að sækja mót og viðburði og ekki hægt að segja að fjarlægðin drægur aðsókninni hjá henni tamningar, enda hún með fullt hús af tamningahrossum. Ég með 33 hross núna. Getur verið með 40 en þá ég náttúrulega með allt í 2 hestastígum nema 10 stígur eða 12. Og það bara mikið. Ég var með það svoleiðis mikið í fyrra og ég var bara ekki að komast yfir allt. Nei. En þá var náttúrulega mín hross sem urðu eftir, sátu á hakanum. Já, einmitt. En ég er með 3 stelpur með mér núna og alveg magnaðar stelpur, 2 þýskar og 1 íslenska og þessi íslenska er búin að vera hjá mér núna þetta 3. veturinn og er svona stjórnandinn í hesthúsinu. Já. Hún svona stjórnar, hún veit hvar allt er og svo bara kempa þær í mig. Það eiginlega bara þannig núna. Já, það bara færibandi næstu. Já. Það mjög gott sko. Þannig að þú ert á hestbaki frá mótinn til kvölds eða hvað? Já, ég á hestbaki alveg frá svona, það svona bara fyrir eftir hvað ég þarf að gera. Ég nú, hvort það sé 9 eða 10 á morgnana, ég hugsa allt, gefa stóðinu. Já. Og gefa beljónum. Mamma náttúrulega með kúabú hérna líka. Já, þú ert í því. Já, líka. Þannig að ég svona hleyp inn í það þegar ég þarf, þegar mamma fer í frí. En það er margt sem þarf að gera og ég alveg frá 9 til 10 eða í hnakknum til 6, 7, 8, 9, bara eftir þörfum. Já. Stundum byrja ég fyrir á morgnana og ég gef alltaf kl. 8, alltaf gefið hérna. Og svo ég farið í kaffi og svona, bara. Jú. Það þýðir ekki að vera með ómikið stress sko. Nei, en svo ertu náttúrulega pínu keppnisjúk líka, eða ekki? Jú, ég náttúrulega búin að vera svo akalega keppnisjúk. Nei, ég keppi svolítið mikið, en það svo sem ekkert mikið núna í vetur með hvernig það hefur verið. Náttúrulega því ég var í húmesku liðakeppninni, ég var í KEA-deildinni og ég var líka í KS-deildinni og svo var maður frá ísmót og þetta var náttúrulega bara geðveiki sko. Já, það var alveg þannig. Annað? Nei, voða lítið annað sko. Einmitt. Allar helgar í þessu. Þannig sko. Já. Nei. Ég var nú eiginlega bara núna í KS-deildinni og lét það duga í vetur og fór einu sinni á stjörnutöld. Og svo sem sýningum aðeins. Já. Sem hafa verið. Já. Línu stundar ekki bara tamningar og keppnir. Hún einnig á kafi í ræktun að sjálfsögum og að fá milli 5 til 6 fólöld á ári. En hvert ræktunarmarkmið? Einhver sérstök típa af hrossum sem hún aðhyllist umfram aðrar? Ég vel yfirleitt svona alls ekki alveg klár hesta. Ég vil hafa þá allega. Mér finnst þeir skemmtilegir allega hestinir. Já. Skemmtilegri. Mér finnst ekki gaman að gangsetja. Nei. Mér finnst skemmtilega að leggja skeið. Já, við sáum þau nú einmitt í skeiðkeppni kvenna. Þú tókst það nú heldur betur. Já. Framundan stórt sumar í hestamennskunni, landsmót á Hólum í Hjaltadal. Reiknar Lína með að taka þátt þar. Já, ég náttúrulega stefnir alltaf landsmót, svo bara sjá til hvað verður gert sko. Ég náttúrulega að fara í einhverja sýningar og svo fer maður náttúrulega með eitthvað ábyggilega í úrtöku og ég svona tek eiginlega 1 dag fyrir einu. Já. Og svo ég líka bara, ég þarf að heyja sko. Já. Það líka það sem sko. Ég heyjaði nú í fyrra 950 rúllur, þannig að... Já.
En þá spyr maður nú sem sagt, hvað eru margir klukkutímar í sólarhringnum hjá þér? Ekki rosalega margir á sumrin. Nei, það var það allan ekki síðast sumar. Ég held ég að við sofið svona 4-5 tíma á sólarhring. Það var bara svoleiðis. Já, það er bara það sem það er að gera. Leggstu svo brundi feld á haustinu? Nei, eiginlega ekki sko. Nei, þá var þetta frumtíma vantarlega. Já. Ég reyna bara svona í eina utanlandsferð á haustin, svona smá slökun. Ég fór til Spánar hana í Andalúsíu, ferð þarna með Súsönnu Ólafs. Já. En þá var ég líka á hestbaki. Já, var sjálfsögðu. En það var rosalega gaman. Þannig að þú ferð ekkert úr naknum, basically. Nei, rosalega lítið. Þetta er náttúrulega bara, það fer ekkert á milli mála, þetta er bara þitt líf og yndi. Já, algjörlega. Og þú stefnir alveg auðtröð áfram í þessu. Já, það þýðir ekkert annað. Nei. Það þýðir ekkert annað. Þú ætlar að leggja af fyrir okkur. Já. Ertu með eitthvað svona sérstakt til að sýna okkur eða eitthvað? Já, það er svona bara spurning hvað þið viljið sjá sko. Ég er alveg með nóg, ég er með 33. Eftir stuttar vangaveltur ákveður Líney að leggja á hana þrumu frá Hofsstaðaseli 8 vetra gamla klárhryssu undan Klerki frá Bjarnanesi. Þruma er eins og sjá má hágengur töffari og ekki er ólíklegt að við möttum að sjá það stöllum saman í keppni á næstu misserum. Þóra Höskuldsdóttir er 19 ára gömul hestakona á Akureyri sem hefur gert á gott í keppnum yngri flokka. Hér fyrir norðan sem á landsvísu. Þóra er dóttir hjónanna Elvu Ágústsdóttir dýralæknis og Höskuldar Jónssonar, en þau kenna hrossarækt sína við samstæði í Eyjafirði. Hún býr því svo vel að hafa aðgang að úrvalsgæðingum úr eigin ræktun í keppni, en sjálf hefur hún stundað hestamennsku frá því hún man eftir sér. Það má eiginlega segja að ég hef verið í naknum frá því ég fæddist. Já. Ég man alveg eftir að pabbi tók mig með sér, bara þegar ég var bara lítið barn og ég sofnaði alltaf svona fyrir framan á nakknefinu hjá honum. Það er litið krúslega myndir af því, sko. Já, þannig að þú ert algjörlega bara fædd þarna. Já, þetta er svo mikið fjölskyldusport. Já. Amma og afi og mamma og pabbi og frændur og frængur og bara, you name it. Og svo ertu náttúrulega búin að sýna það að þú ert hörku keppnismanneskja. Já, takk fyrir það. Það er gaman að fylgjast með þér í breytun og svona. Hvað stendur helst upp á hér? Já, það hefur náttúrulega verið margar keppnir. Já. Pabbi er alveg duglegur að keyra með mér út um allt. Fara suður í Íslandsmót. Já. Ég hef verið líka mjög heppin með hesta. Já. Maður hefur alveg verið svo heppin að komast í A- og B-úrslit og komast á fjórðungsmót og landsmót, B-úrslit þar. Já. Þannig að það má segja það að þú sitt með alla famíljuna með þér í liði í þessu. Algjörlega. Það er kannski litlistin mín minnst. Hún hefur svona mist aðeins áhugaðan í gegnum tíðina. Já. Þannig að það er bara svona ég og pabbi og mamma stundum. Já, einmitt. Og svo hestakosturinn. Færðu bara að velja úr eða hvað? Algjörlega. Við erum með ræktunarbú sem heitir Samstæðir. Já. Og við fáum alveg þó nokkuð fóröldi ári og það má eiginlega svolítið velja úr opna bara. Já. Og ég er náttúrulega rosa þakklátt fyrir það, sko. Já. Þetta er algjör lúxus. Maður getur bara að labba í stofunni og bara valið hérna fjórgangara og fimmgangara og hvað sem er, sko. Já. Þóra lætur svo ekki nægja að keppa einungis við jafnaldra sína og hún hefur meðal annars mætt honum Karli föður sínum með keppni og haft betur. Hún segir þó að pabbi sín sé betri knappi, allavega ennþá. Já, ég meina, maður verður að viðurkenna það. Já. Maðurinn er með reynslu og hefur keppt á heimsmeistaramóti og svona, sko. Já. Hann er svolítið í reynslubakkanum sem ég á eftir að safna í, sko. Já, en þú stefnir þangað eða hvað? Já, ég held alveg, ég get allavega ekki ímyndað mér lífið án hestana. Nei. En það er alveg spurningar sem mikla áherslu maður ætlar að leggja á keppnisferilinn, sko. Metnaður Þóru nær þó ekki einungis yfir hestamennskuna. Hún stundar nám við Menntaskólann á Akureyri þar sem hann á að ljúka 3. ári. Að stúdentsprófi loknu og heimsreisu stefnir hún síðan á háskólanám og það kemur kannski ekki óvart hvar áhuginn liggur helst. Ég er allavega mest að stefna kannski á dýralækninám eða læknisfræði. Það er svona draumurinn. Þú ert náttúrulega ekki óvön því að vinna sem svona aðstoða dýralæknir þannig, hvað? Já, þá myndi ég kannski segja að ég væri með svona 8 ára starfsreynslu sem dýralæknir. Já. Er það ekki gott að hafa það í farteskinu? Jú, algjörlega. Andra mamma er dýralæknir og afi er dýralæknir og síðan er nýútskrifaður frændi að byrja að vinna hjá okkur. Þannig að það er algjörlega fjölskyldu starfferillinn, sko. Þannig að þú ætlar annarkvæmt að taka fyrir þér hestaheilsu eða heilsu mannanna? Já. Já, þannig að þú ert ákveðin í því allavega? Allavega í bíli ef við sjáum til. Já. Nú er stórt sumar framundan meðal annars landsmót. Þóra stefnir að sjálfsögðu þangað eða hvað?
Já, við pabbi ætlum að fara á landsmót. Já. Við erum svona aðeins að velta fyrir okkur svona hestkostinum og svona, en andar stutti í þetta. Já, það nú styttist. Já, en ég held allveg örugglega að ég fari með Huldar. Já. Við erum svona að plana það. Já. Sólfaxar síðast og nú heldur þið bara við gráalitinn eða eitthvað? Já. Við erum svolítið að vinna með það, sko. Já. Þóra leggur Álfssonin Huldar frá Samstöðum en þess má geta að hann og Sólfaxi eru náfrændur. Báðir komnir út af Þoku frá Akureyri, Gustsdóttur sem stóð efst í 4 vetra flokki á landsmóti á Melgerðismölum árið 1998. En Þóra er ekki vafa hvað þarf til þess að ná árangri í keppni á hestum. Þetta er bara eins og allar íþróttir. Ef þú ert duglegur að mæta og þjálfa hestinn, þá gengur þau vel. Og svona eins og í vetur, þá hef ég svona haft minni tíma. Hægt aðeins að einbeita á skólan til að fá aðeins betri einkunnir, komast, inn í flottan háskóla. Og það er maður náttúrulega, mæta minna hingað. Og þá er svona árangurinn eftir því. Já. Þannig að meira sem maður mætir, æfingin skapar meistarann, sem þú segir. Það á alveg við hestamennskan, svo það er íþróttir, sko. Og svo náttúrulega skemmir ekki að hafa gott bakland. Nei, og ég er einmitt svo heppin með pappa, sko, eins og þennan hest. Hann sagði bara leið, þú fær þennan og við gerum gott á landsmóti. Hann vill alltaf bestu kláruna fyrir mig, og maður er alveg ótrúlega heppin með það. Það er ekki allir pappar sem gera það, sko. Nei. Hann er alveg, og mamma líka, sko. Þau myndi gera allt fyrir mig, sko. Alltaf að bjóða manni eitthvað og hjálpa manni og þau eru tilbúin í leggja mikið á sig fyrir mig, sko. Við kveðjum Þóru þar sem hún geysist og hennum kraftmikla hvíta gæðingi Huldari frá Samstöðum. Það er varla að fara fram hjá nokkru manni að landsmót hestamanna verður haldið á Hólum í Hjaltadal dagana 27. til 3. júlí í sumar. Undirbúningur fyrir móti hófst fyrir alvöru á síðasta ári en þessa dagana er verið að leggja lokahönd á framkvæmdina. Skeppnaspörtur skellti sig vestur á Hóla og tók stöðuna. Áskell Heiðar Ásgeirsson er framkvæmdastjóri landsmóts 2016 á Hólum. Hvað felst í því að vera framkvæmdastjóri landsmóts hestamanna? Það er nú margt og mikið, skal ég segja þér. Og ofsalega fjölbreytt og skemmtilegt. En það er í stuttu máli að skipuleggja þennan viðburð. Það eru aðrir bæði færari og betur inn í keppninni sjálfri og allir því sem að lítur að hestunum sjálfum. Þannig ég er svona mest í því að skipuleggja hvernig fer vel fólk hérna, hvernig þetta svæði virkar vel fyrir fólk. Það eru klósettin og það er maturinn og það er umferðin og það er bara allt sem að við kemur því að halda vel heppnaðan viðburð. En það eru ýmis flækjustig líka í kringum landsmót hestamanna sem eru kannski ólík öðrum viðburðum. Til dæmis erum við náttúrulega bæði að hugsa gesti, keppendur og síðan hross. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Nú erum við búin að vera að undirbúa þetta síðan, getur sagt, síðasta sumar og búin að vera að velta öllu við fram og tilbaka og skoða. Við erum náttúrulega svolítið að máta okkur inn á nýtt svæði, þó að hafi verið haldið mót hérna fyrir 50 árum, þá hjálpar það nú ekkert mikið. Við erum náttúrulega að máta þetta allt inn í þessi mannvirki sem eru hérna, þessar frábæru reiðhallir, þetta glæsilega hesthús, hvernig við nýtum þetta best. Það er búið að byggja hérna upp glæsilega nýjan völl, hringvöll, sem er eins og hringleika hús með áhorfendabrekkur á alla kanta leikum við og nýjan kynbótavöll. Þar beint fyrir aftan eru tjaldsvæðin, stutt að fara þangað og við erum svona að núna akkurat erum svona erum að leggja lokahönd á að leggja hér vatn og rafmagn og tölvutengingar og alla þá hluti. Fyrra sumar voru þessi stóru mannvirki byggð upp, fyrir voru þessi hús. Þannig við erum svona púslaðis öllu saman núna næstu dagana. Og er búið að semja við veðurguðina sól og blíðu? Það var nú það fyrsta sem var ákveðið, sko. Ég ætla nú bara að lofa því að á þessu viku tíma þá verður einhver tíma sól og blíða. Hvort það verður allan tíman veit ég ekki, en vonandi sleppum við allavega við að hér verið vont veður og það er mjög veðursælt hérna í Hjaltadal almennt. En það var ekki bara hestar á landsmóti, ýmis önnur afþreying verður í boði. Í fyrsta lagi verður náttúrulega hérna glæsilegt markaðssvæði þar sem fólk getur gert þessi hefðbundnu viðskipti sem að tíðkast á svona móti og hérna farið heim með flottan búnað og það allt saman. Svo verður hérna skemmti- og menningaprógram í kringum þetta allt saman. Þú ert náttúrulega í Skagafirði þannig að hér verður sungið alveg hreint sko frá að til öða bara, mótni til kvölds. Og við erum búin að kalla bæði í hérna Kallakórin heimi og Geirmund og alla þessa svona sem að tilheyra hér í Skagafirði. Svo fáum við líka fleiri bæði skemmtikraftar sem hafa verið svona í kringum þessi mót og fleiri nýja líka. Við verðum með glæsilega aðstöðu til þess að horfa hérna á Evrópumeistaramóti í fótbolta sem að
fer fram á sama tíma og landsmót og við verðum auðvitað með streymi frá mótinu þannig að það verður líka hægt að horfa á streymi frá mótinu hér og þar hérna á svæðinu. Þó þú skreppir og fáið kaffibolla þá er ekkert að þurfa að missa af. Þannig að það er svona ýmislegt sem við erum að prjóna hérna til hliðar og síðast en alls ekki síst þá ætlum við að vera hérna með flotta dagskrá og aðstöðu fyrir börnin. Þannig að það öll fjölskyldan geta fundið sér eitthvað hérna, jafnvel þó að sé ekki allir í fjölskyldunni á kafi í hestamennskunni, þá verður hérna eitthvað skemmtilegt. Lárus Ástmar Hannesson, formaður Landssambands hestamanna LH, er spenntur fyrir landsmóti á Hólum. Ég lít þannig á þetta sé sko bæði uppskjöruhátíð og svona árshátíð okkar hestamanna sem haldin á 2 ára fresti. Tökum við púlsinn á okkar bestu hrossum, bestu knöpum og hittumst og gleðjumst, þannig að þetta er svona partí líka. Dagskrá landsmóts verður með örlítið öðrum hætti en áður hefur verið. Það var haldið þing í haust á vegum Landssambandsins þar sem að farið var yfir landsmót sem viðburð og þá voru nokkrir þættir sem að komu þar fram sem að fólk vildi sjá breytingar á og það var meðal annars það að stytta þau og enda á laugardagskvöldi. Endirinn verður að vera svolítið flottur á hverju leiksýningu. Þetta er 6 daga leiksýning og við ætlum að pröfa þetta að enda saman á laugardagskvöldi, knapar verða búinir með sína vinnu, aðstofamenn, hluti starfsmanna og gleðja svo bara fram í bjarta sumarnóttina. En er eitthvað fleiri nýjungar sem þið ætla að bjóða upp á að þessu sinni? Sunnudagurinn verður svo mjög skemmtilegur, þar verður svona karnival og hérna þar sem fólk getur eins og sagt í dag svona minglað og farið og hitt ræktunarmenn og skoðað hestana og svæðið betur og eitt og annað. Þannig að það er svona, já við erum að pröfa þetta og jafnframt erum við þá að þinna útvæntanlega umferðina heim, þá ekki að verða að teppa. Þetta er svona, sumir fara kannski á laugardagskvöldi, aðrir bara svona læðast heim þegar þeir eru búin að hvíla sig nóg á sunnudegi og sumir kannski bara á mánudegi. Staðsetning landsmóts er umræða sem jafna kalla fram það versta í hestamennum og líklega ekki fjarrilegi að fátt saman í hestamenn betur en að fá að karpa hugsanlegan landsmótstaði. Nú liggur ljóst fyrir að 3 næstu landsmót á eftir mótinu sumar verði haldin sunnan heiða. Og þá er spurt, verður mótið sumar síðasta landsmótið norðan heiða? Nei, sko það sem er ekki kannski rétt að svara því núna en ég hef ekki trú á því. Ég held að sko Landssambands hestamannafélaga er eigandi að landsmóti EHF að 2/3 á móti bændasamtökum Íslands og við teljum 12.000 félaga sem er all land og ég held að vera mjög sérstakt ef við myndum fara að einskorða landsmóti við eitthvað eitt svæði. Ég sé ekki þá lausn. Jónína Stefánsdóttir hefur unnið að félagsstörfum fyrir hestamenn í áraraðir. Hún var lengi formaður stíganda og situr nú í stjórn Gull Hills EHF sem sér uppbyggingan á sjálfi landsmótssvæðinu á Hólum. Hún segir Skagfirðingar spennta fyrir mótinu. Jæja, landsmótið Skagafirði, eru Skagfirðingar ekki bara nokkuð spenntir? Jú, við erum mjög spennt. Nú er bara landsmóta skella á hérna í sumar, byrja 7. júní og ég held að bara hlakki öllu Skagfirðingu til. Það er ekki spurning. Hvernig ganga nú framkvæmdir á svæðinu? Þetta er nú heljarinnar átak að byggja upp svona stórt svæði og svona tíma? Veistu, það ganga bara mjög vel. Það er bara eins og sér það búið þetta með vellina og manninnar og það er svo sem búið að gera allan stæðsta hlutan. Það náðist að gera í haust. Hausti var náttúrulega, veðrið var mjög hagstætt okkur þannig við gátum gert mikið. Og núna eins og sér þessar gröfur sem er að vinna þetta nú hefur verið að klára að setja rafmagnið í og þetta lítur mjög vel út, myndi ég segja. Hún viðurkennir að það séu ákveðin viðbrigði að flytja landsmótið frá vindheimameilum. Það er kannski alveg sama landsmótsfílingurinn í okkur en auðvitað eru blendna tilfinningar að fara frá vindheimameilum. Vist það er búið að halda mörg stórglæsileg mót þar en svo náttúrulega kemur móti að við erum að fá rosalega gott svæði með öllum 3 reiðhöllum, stóru hesthúsi og svo miklu meiri þægindu þannig lagað séð sko að við tökum það náttúrulega bara fram fyrir okkar tilfinningar. Á síðasta ári sameinuðust hestamennafélagin í Skagafirði stígandi léttvættu svæði í eitt félag Skagfirðing. Jónína segir að Skagfirðingar standi betur að vígi sameinuður. Þetta er alltaf þannig að þegar 3 félög allir að gera sama hlutin á einu svæði og það voru 3 félagsmót, 3 firmakeppnir, 3 úrtökur og allt kostar þetta pening að halda þetta
og þetta náttúrulega bara vinnst miklu betur. Þetta verður samheldinn hópur bara sem fer að starfa þarna allir sem einn og það held ég að eigi eftir að skila okkur bara góðum árangri. Og náttúrulega uppbyggingin í Skagafirði jafn kröftug og áður. Já, ég vona það. Ég vona bara að það komi bara kröftugt fólk saman og þetta búið að vera kröftugt til margra ára en ég held að þetta verði ennþá kröftugra þegar þetta verði einn heild. Stórsýningin Æskan og hesturinn fór fram í Léttisvöllin á Akureyri síðustu helgi, þar sem afrakstur æskulýðsstarfs hestamannafélaganna á Norðurlandi austan Tröllaskaga var kynnt í fjölmörgum og fjölbreyttum atriðum. Sýningin hefur verið fastur liður á vorin undanfarin ár og mikið tilhlökkunarefni fyrir yngri kynslóðurnar sem leggja jafnan mikið metnað og mikla vinnu í atriðin sín. Meðalatriða þetta árið var þessi stórskemmtilega leikþáttur Hestamannafélagsins Hrings á Dalvík en þau leku fyrir áhorfendur ævintýrið hana Öskubusku undir lestri Guðrúnar Ruthar Hreiðarsdóttur sem þjálfaði krakkana. Og þá og reyn heim á undan systrum sínum og stjórnum. Reynslið og Úlfur fylgir en hún var svo fljót í burtu að hann missti sjónarhornið og varð Hvað undirbúningur fyrir svona sýningu? Þetta marga mánaða ferli eða hvað? Ekkert endilega, nei. Við erum búin að vera undirbúin núna bara síðan í mánuði, cirka. Og þetta gengið allt vel. Við höfum að vísa ekki svona stóra reiðhöll eins og hérna, en þetta smettar alltaf, ótrúlega vel. Stór og flottur hópur, mikil gróska í barna- og unglingastarfi á Dalvík. Jú, það er búið að vera hjá okkur 15-16 börn í allan vetur. Það svona frekar lítið. Já, ok. Þegar mest var fyrir, 4 ár síðan, þá vorum við með 27 börn, fórum við þau öll á Sauðárkrók æskuhestur. Já, frábært. Þannig að það var rosalega gaman og þetta er frábær hópur, eins og hópurinn sem við með í dag, hann er frá 6 ára og upp í 17 ára og öll í sama atriðinu, þannig að það er alveg hægt að gera ýmislegt. Yngsta kynslóðin fekk líka vera með, en krakkar allt niður í eins árs klæddu sig upp í búninga og voru tengd höllina. Krakkarnir frá Hestamannafélaginu Glæsi sýndu líka þessa flotta munstursrauð. Hestamannafélagið Léttir bauð krökkum upp á námskeið í trekk í vetur og var afraksturinn sýndur á Æskan og hesturinn. Í trekk þurfa krakkarnir meðal annars að leysa þrautir á hestum, opna hlið og ríða undir slá ásamt öðrum þrautum. Anna Sonja Ágústsdóttir er kennari námskeiðsins. Jæja, trekk, hvað er það? Herðu, það er rosalega skemmtileg hestaíþrótt sem við erum búin að æfa í vetur. Já. Það er íþrótt sem hefur ekkert verið stundan neitt mikið hérna á Íslandi en er mjög vinsæl úti, sérstaklega meðal áhugamanna með hestamennsku. Og þetta er bara eitthvað sem á eftir að ríða sér rúm hér á Íslandi held ég sko. Já. Á hverju byggir þetta? Þetta byggir rosalega mikið á bara samspili manns og hest og trausti. Og já, það er svona, við erum verið að leggja áherslu á þrautabrauta hluta þessar íþróttagreinar. Já. Og það er bara einmitt, það er bara rosalega mikið það að efla þetta traust sko og leiðtoga hlutverkið. Þetta er svona hálfgerð áhættu atriðin á milli, er það ekki? Jú, fólki finnst það nú kannski, en þetta er allt sem mann æft alveg frá grunni sko og það endar auðvitað bara í fjöri og gaman og áhorfenda vænum atriðum. Hvað er hérna að æfa svona atrið? Hvað er þetta langt ferli? Þessi krakkar eru búin að vera námskeiði núna 2 sinnum í viku í svona 1,5 mánuð. Og var ákveðið bara upphafið að vera með eða skelltið ykkur bara á að vera með svona í lokin? Það var alltaf svona haft bak við eyra sko að þetta yrði lokamarkmiðið en við fórum bara rólega af stað og sáum bara hvað við gátum byggt mikið ofan á og við enduðum þessu glæsilega atrið. En hvað með þá sem vilja komast í trekk? Hvað gera þeir? Heyrðu, ég er bara að reyna að vera með námskeið reglulega. Ég er mikið að kenna hjá Hestamannafélaginu Funa í Eyjafjarðarsveit og ég er að byrja með nýtt námskeið núna 14. og 15. maí og ég reyna að kenna þetta bara alltaf reglulega á vorin og sumrin og þetta bara er að spinna utan á sig. Þið er náttúrulega með sérstaka trekkbrautið það ekki hérna á Melgeirsmölum eða hvað? Jú, við erum búin að koma okkur upp bara góður í braut á melnum þar úti og það er bara braut sem við svona byggjum upp
reglulega á sumrin, bara hvert sumar að bæta við niður í þraut og það verður bara á endanum bara mjög flott braut þar sem að vonandi nýtist bara í framtíðin í keppnir og annað. Hvað er það skemmtilegast við trekk? Það er ekkert sem er skemmtilegra heldur en eitthvað annað. Þetta er bara allt mjög skemmtilegt. Bara kynnast nýjum krökkum og bara hafa gaman. En er það ekkert eins og maður segir, skíti brækurnar svona í áhættu atriðunum? Nei, en þú veist, maður er búin að æfa þetta og maður treystir alveg hestunum eftir æfingarnar og svona, þannig að nei. Atriði Grano og þjálfa var skemmtilegt en uppábúnir krakkar riðu höllina í fallegri mynstustrauð sem við sjáum hér. Krakkarnir frá hestamannafélaginu Funa ráku svo enda hnútinn á þessa stórskemmtilegu sýningu Æskan og hesturinn 2016 með þessu hressilega indjánatriði. Við ljúkum þættinum með svipmyndum frá þessu skemmtilega atriði. Verið sæl.